Komið nú sæl. Það heit aldrei við erum búin að prófa þetta saman. Þannig við getum strætt spori. Mér er kaffikannan maður. En það er svolítið þunnt hjá mér í dag. Eins og eitt sagði flögurt af þessu sagði einn að ég get alveg tekið undir það. Kaffi verður að vera gott ef það er gott. En gott kaffi er líka gott kaffi. Þegar maður sté út í hádeginu, þá komið svolítið rok. Og svona til að segja allt að þá lít ég skoða, það er nokkur atriði sem þarf að laga. Og eitt atriði var ekki hægt að opna eina aftururðina. Og svo var það nú hægt og þá var ekki hægt að loka henni. Og svo kom ég heim í gær eftir stund. Þá var hún lokuð hurðin. Læknast bara sjálfu sér. En er búinn að taka ákvörðun að ef mögulegt er þá verður þessi bíll notaður í 1 ár. Þannig að ég reikna með býst við því fastlega þetta leyti á ári. Þá verði ég í bílakaupum. Við erum farin að þekkja þetta umhverfið ekki á bak við mig. Fólkið sem sjáu þarna er faðir minn og móðir. Þau eru, ég held að þau séu bæði 50 á þessari mynd. Þannig að þetta er ekki tekið á sama ári því að móðir mín var eldri en faðir minn nokkrum árum eldri. En ég minnir að einhver hafi sagt mér að þau séu bæði 50 þarna. En þau blessunin eru bæði farin og faðirinn minn, 87 held ég. Ég held að hann hafi verið 66 eða 67 ára. Og móðir mín 2002 ef ég man rétt. Hún var orðin háalduruð manneskja og komin upp á Sólvang síðustu árin. Faðir minn var sjómaður. Móðir mín var titluð húsmóðir. Það embætti var þá viðurkennt í landinu, húsmóðirinn, en það var að vísu launalaust starf og ætlast til þess að fyrirvinnan greiddi það sem að þyrfti til heimilisins. Og þannig var þetta þegar ég var að alast upp og löngu áður og ég talsvert mörg ár eftir, en þetta er allt saman orðið breytt í að foreldrarnir báðir eru í vinnu. En ég man alltaf eftir því þegar þetta var að byrja. Man alltaf þekkti hitt vel og við fórum að sjá þetta ágæta fólk með lykla hálsinn, börnin. Ég man eftir einum strák sem þá var bara krakki, fullorðinn maður í dag. Og hann var að fara heim greyið eftir skólan og enginn heima. En þetta var ekki þegar ég var á þessum aldri. Það kom heim og þar var móðir manns að sýsla eitthvað í eldhúsinu og strákurinn auðvitað sársvangur og ennþá þystari, ég veit ekki hvað krakkar eru. Og það var ekki að sögum að spyrja, hún gerði eitthvað eða vísa manni veginn að nektunum og þannig að maður fór allavega mettur það frá borðinu á þess að hafa þannig sem mikið fyrir því. Og þetta er nú bara það sem á að vera. Að börn upp að ákveðnum aldrei eiga bara að fá að vera svona eins áhyggjulaus í lífinu og hægt er. En allir auðvitað verða að bera sína ábyrgð, sem er allt annað mál. En þetta er búið að eyðileggja þetta allt saman. Og ýta báðum foreldurum út á vinnumarkaðinn. En þetta er eitthvað sem við sjálf erum búin að búa til. Og sitjum uppi með og veitum ekkert hvernig við eigum að snúa ofan af þessu. Og börnin blessuð, þau alast upp bara meira og minna sjálfala.
og fullorðnir ekki heima fyrir kveldi dags og í því ásigkomulagi sem þau eru og svo framvegis. Þannig að það hefur orðið gríðarleg breyting í þessu landi sem við þekktum ekki hérna einu sinni. Og það er gaman að ég er orðin 70 því að þá mann maður þessa tíma tvenna og hefur samanburð bara á sjálfum sér. Mín kynslóð, hún var þarna og kynslóðin auðvitað undan mér og svo framvegis. Þeir lifuðu við, annað foreldri heima, móðirinn oftast nær. Faðirinn var sá sem að fór út 8 morgnana þegar síldveiðarnar voru hétu hér á 7. áratug síðustu aldar. En þá var það ekkert óalgengt að hluti drengjana færu á sjó og væru á síldveiðum og faðir minn einnig með þeim og þá sá maður ekkert fyrir en bara hausti þegar báturinn bara kom til hafnar. Faðir minn annað veifið, tók sér frí, man ég, einhvern hálfan mánuð og ég man aldrei eftir því að strákarnir, bræður mínir, tækju sér frí svona í mildtíðinni. Þeir bjuggu þó allir í foreldrahúsum. Þetta hefur mikið breyst. Það sagði enginn eitt við þessu, þetta bara var svona. Þetta var eitthvað bara sem viðgekkst á þessum tíma og öllum fannst þetta bara sjálfsagt. Ég veit ekki alveg hvenær þetta byrjar að stokkast upp og konurnar að hverfa út af heimilinu í svona miklum mæli. Ungar konur horfnar út af heimilinu í staðinn fyrir að alveg börnin sín, en það var hins vegar oft með það konur sem voru búin að skila af sér fullorðnum manneskjum út í samfélagi og þær og fólki flutt að heiman því að menn giftast og svo framvegis og stofna í heimili. Það kom fyrir að þær aftur á móti sektu vinnu og fengju vinnu til að mynda í fiski og svo framvegis, en það var yfirleitt ekki fyrir en eftir að hópurinn var horfinn og búinn að stofna sitt eigið heimili. Þá opnaðist náttúrulega, var minna að gera hjá þeim og þær vildu kannski starfa við eitthvað og afla tekna fyrir sjálf og sig. Þá opnaðist leið þarna. En krakkarnir fengu sitt á meðan þeir voru börn og krakkar og unglingar og svo framvegis hjá þessum ágætu mæðrum. En ég veit að þessu var raskað og ég held að það hafi ekki verið til batnaðar þannig séð ef við horfum svona heilt yfir sviðið. Því að þannig er þetta nú að við sem börn, við þurfum aðhald frá fullorðnu fólki. Af hverju? Því fullorðnir vita nú talsvert meira heldur barnið. Fullorðnir geta bentum á keldur sem best sé að varast og svo framvegis. Börn náttúrulega þurfa ást og umhyggju, við vitum það. Ég held að þessi börn séu nú ekki alltaf að fá það. Þau eru á barnaheimilum, þar er hópur saman og tveir nokkrir starfsmenn sem að sinna þessu eins og þeir geta. Þetta kemur aldrei í staðinn fyrir foreldra heima og börn heima því að börn upplifa sig heima. Þau eru heima og leika sér heima og gera allt heima en að fara svo núna, kornabörn eru send eldsnum á morgnana á dagheimili eða barnaheimili eða hvað þetta heitir og þar eru þau bara lunga dagsins. Ekki farið illa með þessi börn, það er ekki verið að tala neitt það, en samt vantar þeim þennan styrk og stuðning sem enginn í raun og veru nema foreldri getur veitt. Við erum búin að höggva þetta frá vegna þess að við þurfum að vinna til að geta haldið þess og haldið hinnu og endalaust kröfur að gera þetta og gera hitt til þess að, ég veit ekki til hvers. En þetta líf sem sagt, að það er einhvern veginn
bara látið slugsast einhvern veginn áfram. Þetta var ekki þegar ég var unglingur og krakki, en ég man alltaf eftir þessum breytingum, ég man alltaf eftir þessum lyklabörnum og þegar þau greyin var að koma heim, kannski eftir hádegið og skólanum eða hvað sem var, og það var enginn heima. Þetta er eitthvað sem maður þekkti ekki og hefði heldur betur saknað, og ég man allt eftir því þá sára sjaldan það kæmi fyrir að mamma væri ekki heima. Þá var maður bara fúll. Ekki mamma til að annars mann. Svona breytast hlutirnir. Og þetta gerist bara vegna þess að tíðarandinn hann er bara á þessari fleygiferð og þú stjórnar ekki tíðarandanum. Hann bara er þessi, hann er á þessum hraða og þú skalt fylgja honum eða bara, verða eftir. Og hverju vill vera eftir? Já, ég held að þetta sé svona samtiltekið afturför en nokkuð tíma framför. Við erum að vanrækja sem sagt uppeldi þessara kynslóðar eða fólk sem er hvað viðkvæmast fyrir aga og allir svona öllum lífsvenju sem að fullorðnir er að bera í sín börn, en ég held að það sé ekki mikið um það í dag. En í sjálfsagt eru menn alveg þessum og móti þessu, því að við viljum ekki heyra neitt svona vegna þess að við viljum bara allir blessa þetta sem við erum að gera akkurat núna. Það má svo sem alveg blessa margt sem er verið að gera núna, en það má líka alveg benda á það hvernig þetta var og svona vera með eitthvað samanburð þar, og ég segi að þetta var betra og ég er lukkuna pannfíll eiginlega að hafa fengið að lifa þetta. Ég þakka nú bara fyrir það. Ég var eiginlega að prófa, ég fekk einfótung á þrífótungi, ég átti annan og hann brotnaði. Þannig að ég var að fá mér nýjan, ég er bara að prófa hann. Þess vegna er ég að gera þetta sem ég er að gera og maður reynir nú alltaf að segja eitthvað. Að viti þetta, kannski nær maður því nú ekki. Og svo drekkur maður lapsund kaffi með. Og segir eins og vinur minn sagði, þetta er alveg glata að vera að drekka þetta svona þunnt kaffi maður, þetta manni verður bara plökurt að því. Nei, ég held mér verður ekki plökurt að þessu, en ef maður er að drekka lapsund kaffi þá getur hann komið fram í á mann og maður finnir til flökuleika. Og það vill enginn gera sér þann grikk. Ég ekki segja þetta bara gott eða ekki, er þetta ekki alveg ægilega gott. Og þá var ég að reyna að slaka á þessu og ég tegja mig hérna og gera þetta og